Í sumum tilfellum þarf að stýra aðgengi að verkefni eða prófi þannig að einungis ákveðin hluti nemenda í námskeiði hafi aðgengi. Það er mögulegt að velja einn og einn nemanda í einu og gefa þannig tilteknu nemendum aðgengi en ekki öðrum, en það er líka mögulegt í Canvas að setja upp svokallaða hluta í námskeiði. Til dæmis meistaranema og grunnnema eða eitthvað annað sem hentar. Hlutum svipar svolítið til nemendahópa en hópar í Canvas hafa hins vegar annan tilgang í kerfinu. Þegar settur upp verkefni þá lítur þetta svona út. Í stað þess að láta alla hafa aðgengi að verkefninu eins og oftast þá tek ég út alla og vel nú hlutan meistaranema sem ég var áður búin að stofna. Ef hlutin sést ekki þá hægt að slá inn heitið og þá kemur hann fram. Nú myndu eingöngu þeir nemendur sem hafa verið settir í þennan hluta námskeiðsins hafa aðgengi að verkefninu og auðvitað bara leið og tíma stilling að leyfa. Þegar verkefnið vistað kemur upp viðvörun að ekki fái allir hlutar námskeiðsins aðgengi að atriðinu eða verkefninu og það í lagi í þessu tilfelli að hlutin grunnnemar eða að hlutin allt námskeiðið hafi ekki aðgengi þar sem verkefnið einungis ætlað meistaranemum. Hluta í námskeiði í Canvas þarf að setja upp í uglu og hér í námskeiðið sem ég vil setja upp hluta í. Ég smelli á litla uglutáknið. Það farið í námskeiðshluta í Canvas hægra megin. Ég slæ inn heiti á hlutana sem ég vil búa til og smelli á vista. Þá opnast nemendalistinn og hér kemur nýji námskeiðshlutin fram. Það einfaldlega merkt við þá nemendur sem eiga verið í þessum hluta námskeiðsins og þetta vistast sjálfkrafa. Nú hef ég stofnað 2 námskeiðshluta sem gera mér þá kleift að stýra aðgengi að verkefnum, umræðum og prófum í námskeiðinu út frá þessum hlutum. Frá því að hluti stofnaður í uglu getur liðið alltaf í 1 klukkustund þar til hlutin verður aðgengilegur í Canvas. Þetta gerist þegar ugla og Canvas tengjast en kerfin tengjast á klukkustundafresti. Það hægt að sjá hvort hlutarnir eru komnir í Canvas með því að fara í stillingar námskeiðsins og hér í flipanum hlutar koma þessi hlutar núna fram. En þetta komið í bili. Takk fyrir.